Já, það er örstutt hérna MOSFET, MOSFET hérna, N-channel, það er bara pluss og gate, þessi transistor hann leiðir ekki þegar maður komið plussbann á gateið, gateið heitir drain, gate og source og hann er hér, þetta er svona efnafræðimyndin á honum, þetta er svona kubbur, eitthvað svolítið það er engin leiðinni hér á milli skautar, milli drain og source. Síðan þegar við pluss hérna á gateið, þá dragast rafeindir hingað upp að þessu yfirborði hérna og þá byrjar að koma smá rás hér, rafeindarás hérna eða channel og það fer að koma leiðinni hér á milli. Hærri spenna hér, fleiri rafeindir hingað upp að og hann leiðir meira. Cirka fórkennir hérna, UGS-spennan, spennan milli, gate og source, þetta er sem er meiri pluss hér, hærri spenna hérna, UGS-spennan hærri, meiri straumur sem fyrir gegnum hann. Fleiri rafeindir hér á milli, leiðir betur. Þetta er rásinn, spennugjafi, öryggisviðnám, slítarættviðnám, hér er transistorinn, MOSFET, N-channel, ERF 540 minnum hann heiti og skauturinn heita source, drain og gate minna og hér er pera bara í seríu, við mælum strauminn hérna, hér setjum við ampamæli hjá okkur, svona og svo mælum við spennuna hérna, UGS-spennuna, spennum milli gate og source, hvernig hann byrjar að leiða og hvað strauminn fáum. Ok, kýlum á þann. Já, aðeins áður við byrjum sýna ykkur hvað rafsvið er. Hér er svona rafsjá. Þetta eru 2 málmblöð, þessu gulli sem að hanga þétt saman. Og hér er bara skóhótt frá IKEA. Og ef við nú næ hérna í rafeindir, með því að strúka því frá hárið að mér. Og svo færi ég það hérna heimað rafsjáni, sjá að blöðin færi sundur. Sundur, saman, sundur, svona. Þetta sem sagt, rafsviðið er, það er að segja, skótunin hérna með milljónar rafeindir og það kemur svona svið hér, rafsvið alveg sem er langt hérna út. Það kemur hérna heimað og þá sem sagt ýtir það, hér eru rafeindir á þessu öllu, en það þrýstir þeim á laufblöðin. Þannig að allar rafeindirnar hér þarf fara á laufblöðin hérna og rafeindir þarf að hata hver aðra og þannig að það ýtast í sundur laufblöðin eða þessi málmblöð. Þannig að rafsvið er sjáanlegt með því að skoða það svona í rafsjá. Já, hér er brauðbrettið með þessum transistor á. Þetta er rásinn okkar hérna sem maður fara núna að hleypa á. Og við ætlum að stilla hérna þessa sleikju hérna upp og niður og finna út hver spennan hérna á gateinu þessa hér á milli, hver hún er, fyrir að byrja að leiða hérna, að kalla threshold spennan og færum það í þessa töflu hérna. Ok, þannig að núna, hér er peran, slökkt á henni, engin straumur og spennan hérna einhver. Nú fylgjumst við með hérna þegar perunni hérna rétt byrjun að leiða. Spennan hér er pluss 3,6 volt og þetta eru 70 mA. Síðan förum við cirka í mitt ljósið á perunni, þetta er fullt, förum tilbaka, cirka mitt hérna. Spennan 3,9 volt milli gate og source, 180 mA. Og svo förum við hér í botn með þetta, 180 mA hérna. Og þá er 4,3 volt. Þannig að hann er að leiða hérna frá rúmulega 3 voltum til 4 volt á gateinu og leiðir mjög mikið eftir hversu spennan. En nú ætlum við að gera tilraun sem er alveg mögnuð. Já, nú sem sagt tók ég gateið úr sambandi hérna og það er ótengt, það er bara tengt í hérna græna yfir hér. Ég kom að segja puttunum til að fá ljós á peruna og hér er bara skóhornið hérna og nú er ég búinn að strúka því gegnum þar sem yfir hárið að mér og nú er rafsvið á skóhorninu. Heim að gateinu og sjáum við nú hvað gerist, það minnkar ljósið á perunni eftir þessi fyrir nær. Í kringum skóhornið er rafsvið. Nú ýtir það rafeindunum hérna í vírnum, hérna inn eftir gula vírnum, inn í gateið og þær ýta rafeindunum sem eru hér á gateinu, ýta þeim hérna frá gateinu og þá hætti leiðin hérna milli skautana. Þetta er alveg mögnu græja. Rafsviðið á skótunu
ræður leiðninni í gegnum transistorinn. Sjáðu þetta. Rafsviðið ýtir rafeindunum inn í geitið sem að ýta þeim úr channelnum inn í p-efnið og leiðin hættir. Alveg magnað.